Fyrra bréf Páls til Þessalónikumanna, 1. kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsasöfnuði Þessalónikumanna sem í Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður. Ég þakka ávallt Guði fyrir ykkur öll ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég minnist stöðugt fyrir augliti Guðsvors og Föður hve mikið þið starfið í trúnni, stríðið í kærleikanum og eru staðföst í vonin á Drottin vorn Jesú Krist. Guð elskar ykkur, systkin. Ég veit að hann hefur útvalið ykkur. Fagnaðarerindi mitt kom ekki til ykkar í orðum einum heldur í krafti og heilugum anda með fyllstu sannfæringu. Eins vitið þið hverju ég kom til vegar ykkar vegna. Þið hafi gerst eftirbreytendur mínir og Drottins. Þrátt fyrir mikla þrengingu tóku þið á móti orðinu með fögnuði sem heilagur andi gefur. Þannig eru þið orðin fyrirmynd öllum trúuðum í Makedóníu og í Akkeu. Frá ykkur hefur orð Drottins hljómað, ekki einungis í Makedóníu og Akkeu, heldur trú ykkar á Guð kunn orðin allstaðar. Það þarf ég ekki að fjölyrða. Allir segja frá því á hvern hátt ég kom til ykkar og hvernig þið snéruð ykkur til Guðs frá skurðgoðunum til þess að þjóna lifandi og sönnum Guði. Og hvernig þið væntið nú sonar hans frá himnum, Jesú, sem Guð vakti upp frá dauðum og mun frelsa okkur frá henni komandi reiði. Fyrra Þessalónikubréf, 2. kafli. Sjálf vitið þið, bræður og systur, að koma mín til ykkar varð ekki árangurslaus. Ykkur kunnugt að ég hafði áður þolað illt og verið misþyrmt í Filippi, en Guð minn gaf mér djörfung til að tala til ykkar fagnaðarerindi Guðs, þótt baráttan væri mikil. Boðun mín ekki sprottin af villu eða af óhreinum hvötum og ég reyni ekki að blekkja neitt. En Guð hefur talið mig maklegan þess að trúa mér fyrir fagnaðarerindinu. Þannig hef ég líka talað, ekki til þess að þóknast mönnum heldur Guði sem rannsakar hjörtu okkar. Aldrei hafði ég nein smjaður yrði á vörum. Það vitið þið, og ekki bjóð þar ásælni að baki. Guð vottur þess. Ekki leitaði ég vegsemdar af mönnum, hvorki ykkur né öðrum, þótt ég hefði getað beitt myndurleika sem postuli Krists. Nei, ég var mildur á meðal ykkar, eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Ég bar slíkt kærleiksþel til ykkar að glaður hefði ég ekki einungis gefið ykkur fagnaðarerindi Guðs, heldur og mitt eigið líf, svo ástfólgin voru þið orðin mér. Þið munið, bræður og systur, eftir erfiði mínu og striti. Ég var nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þingsla leið og ég predikaði fyrir ykkur fagnaðarerindi Guðs. Þið eruð vottar þess með Guði að framkoma mín við ykkur sem trúið var hrein, réttvís og óaðfinnaleg. Þið vitið hvernig ég lagði að ykkur og hvatti og grátbændi hvert og eitt ykkar eins og faðir börn sín að þið skilduð breyta eins og sambóðið Guði sem kallar ykkur til ríkis síns og dýrðar. Og þess vegna þakka ég líka Guði án afláts, því að þegar þið veittuð viðtöku orði Guðs sem ég boðaði, þá tókuð þið ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika og það sýnir kraft sinn í ykkur sem trúið. Þið hafið, systkin, tekið ykkur til fyrirmyndar söfnuði Guðs í Júdeu sem eru í Kristi Jesú. Því að þið hafið þolað þið sama af löndum ykkar sem þeir urðu að þola af gyðingum, bæði líflétu Drottin Jesú og spámennina og hafa ofsótt okkur. Þeir eru Guði eigið þóknanlegir og öllum mönnum mótsnúnir. Þeir vilja meina mér að tala til heiðingjana til þess að þeir megi verða hólpnir. Þannig fylla þeir stöðugt mæli synda sinna, en reiðin þó líka yfir þá komin síður. En ég,
bræður og systur, sem stundarsakir hef verið skilin frá ykkur að líkamannum til en ekki í huganum, hef þráð ykkur mjög og gert mér allt farum að fá að sjá ykkur aftur. Þess vegna ætla ég að koma til ykkar, ég, Páll, oftar en einu sinni, en Satan hefur hamlað því. Hver von mín eða gleði eða sigur sveigurinn sem ég miklast af? Eru það ekki einmitt þið, frammi fyrir drottni vorum Jesú, við komu hans? Já, þið eruð vegsemd mín og gleði. Fyrra Þessalóníkubréf, 3. kafli. Þar koma ég þold ekki lengur við og réð þá af að verða einn eftir í Aþenu en sendi Tímóteus bróður minn. Hann var samverkamaður Guðs við að boða fagnaðar erindið Krist og átt að styrkja ykkur og uppörva ykkur í trúnni svo að enginn léti bifast í þessum þrengingum. Þið vitið sjálf að þeirra að vænta. Þegar ég var hjá ykkur þá sagði ég ykkur fyrir að ég myndi verða þola þrengingar. Það líka komið fram, eins og þið vitið. Því þoldi ég ekki lengur við og sendi Tímóteus til að fá að vita trú ykkar, hvort freistarinn kynni að hafa freistað ykkar og erfiði mitt orðið til einskis. En nú Tímóteus aftur kominn til mín frá ykkur og hefur borið mér gleði fregn trú ykkar og kærleika. Hann segir að þið minnist mín ávallt með hlýjum hug og ykkur langi til að sjá mig eins og mig líka til að sjá ykkur. Sökum þessa hef ég, systkin, hlotið huggun í neyðminni og þrengingu vegna trúar ykkar. Nú lifi ég, fyrst þið standið stöðug í trúnni á Drottin. Hvernig get ég nógsamlega þakkað Guði fyrir alla þá gleði hann lét ykkur veita mér? Ég bið nótt og dag, heitt og af hjarta, að fá að sjá ykkur og bæta úr því sem áfátt í trú ykkar. Sjálfur Guð og Faðir vor og Drottin vor Jesús greiði veg minn til ykkar. En Drottin efli ykkur og auðgi að kærleika hvert til annars og til allra eins og ég ber kærleika til ykkar. Þannig styrkir hann hjörtu ykkar svo að þið verðið óaðfinnaleg og heilög í augum Guðs, Föður vors, þegar Drottin vor Jesús kemur ásamt öllum sínum heilögu. Fyrra Þessalóníkubréf, 4. kafli. Að endingu bið ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í Drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá Drottni Jesú. Það vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir ekki þekkja Guð. Og enginn skyldi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að Drottin hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítilsvirðir þetta, lítilsvirðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsyskinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur systkin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðeigandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég, systkin, láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru, til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru.
því að það segi ykkur, og það er orð Drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar raust erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur Drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum. Fyrra Þessalónikubréf, 5. kafli. En tíma og tíðir hafið þið, bræður og systur, ekki þörf á að ykkur sé skrifað. Þið vitið það sjálf gjörla að dagur Drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja, friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast. En þið, systkin, eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þið eruð öll börn ljóssins og börn dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrinu. Sofnum því ekki eins og aðrir heldur vökum og verum allsgáð. Því að þau sem sofa nætur og þau sem drekka sig drukkin drekka nætur. En við sem heyrum deginum til skulum vera allsgáð, klædd trú og kærleika sem brynju og voninni frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reiðinni að bráð, heldur að öðlast sálu hjálp sakir Drottins vors, Jesú Krists. Hann dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa með honum hvort sem við vökum eða sofum. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Ég bið ykkur, systkin, að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar, veita ykkur forstöðu og kenna ykkur að lifa í samfélagi Drottins, auðsinni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starf þeirra. Lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur, systkin, vandið við iðjulausa, hughrestið ístöðu litla, takið að ykkur óstyrka, verið þolinmóð við alla. Gætið þess að enginn gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Verið ætíð glöð, biðjið án afláts. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádómsorð, prófið allt, haldið því sem gott en forðist allt illt í hvaða mynd sem En sjálfur friðarins Guð helgi yður algerlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu Drottins vors, Jesú Krists. Trúr sá yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Systkin, biðjið fyrir mér. Heilsið öllum í sofniðinu með heilögum kossi. Ég bið og brýni yður í Drottins nafni að þér láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum í sofniðinum. Náðin Drottins vors, Jesú Krists, sé með yður. Síðara bréf Páls til Þessalónikumanna, 1. kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalónikumanna í Guði, föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og Drottni Jesú Kristi. Skylt okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar eykst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fer vaxandi.
Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim þið þolið. Þær birta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð réttlátur, hann endurgjeldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér, þegar Drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu Drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti Drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi, Drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna bið ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn Drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og Drottins Jesú Krists. Síðara Þessalóníkubréf, 2. kafli. En að þér varðar komu Drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrædd, hvorki þótt vísa sér til andavitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur Drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta meðan ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma, því að leyndardómur lögleysisins þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast, en Drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munns síns og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi lyginni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem Drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruð frumgróði til hjálpræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapinn að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýrð Drottins vors Jesú Krists. Systkin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur Drottinn vor Jesús Kristur og Guð, Faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði. Síðara Þessalóníkubréf, 3. kafli. Af endingu systkin, biðjið fyrir mér að orð Drottins megi breiðast út og veri í heiðri haft eins og hjá ykkur
og að ég mætti frelsast frá spilltum og vondum mönnum, því að ekki trúin allra. En trúr Drottinn, og hann mun styrkja ykkur og vernda fyrir hinum vonda. En ég ber það traust til ykkar vegna Drottins, að þið bæði gerið og munið gera það sem ég legg fyrir ykkur, en Drottinn leiði hjörtu ykkar til kærleika Guðs og þolgæðis Krists. En ég býð ykkur, systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að þið sneiðið hjá hverjum þeim í söfniðinum, sem iðjulaus og breytir ekki eftir þeirri reglu sem hann fékk hjá mér. Því að sjálf vitiði hvernig á að líkja eftir mér. Ekki var ég iðjulaus hjá ykkur, var ekki heldur upp á aðra komin. Heldur vann ég með erfiði og striti nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þingsla. Ekki af því að ég hafi ekki rétt til þess, heldur til þess að ég gæti verið ykkur fyrirmynd að breyta eftir. Því var og það að þegar ég var hjá ykkur bauð ég ykkur, ef einhver vill ekki vinna, þá á hann ekki heldur mat að fá. Ég heyri að nokkur meðal ykkar slæpast og vasast í því sem þeim kemur ekki við. Slíkum mönnum býð ég og áminni vegna Drottins Jesú Krists að vinna kyrrlátlega og sjá fyrir sér sjálfir. En þið, systkin, þreytist aldrei gott að gera. En ef einhver hlýðir ekki orðum mínum í bréfi þessu, þá takið eftir þeim manni, slítið samneyti við hann, þá kann hann að blygða sín. En álítið hann þó ekki óvinn, heldur áminnið hann sem bróður eða systur. En sjálfur Drottinn friðarins gefiður friðinn ætíð og allan hátt, Drottinn sé með yður öllum. Kveðjan með minni, Páls, eigin hendi, og það merki á hverju bréfi. Þannig skrifa ég. Náðin Drottins vors Jesú Krists sé með yður öllum.